Það einhver annar sem hræðilegur náungi. Kannski alinn upp í sértrúarsöfnuði eða langt út á landi. Þá veit hann ekki að ég glasrocka, Erpur Eyvindsson og ég legg lók. Kreppa og verðbólga, menn vilja verða kóngar með kvóta í limmum og bimmum. Þeir kóka borga kúlu fyrir skópar og drall sem óþarft. Til á græðgi og öfund, vilja lifa kapl og gönnum konungasöfn. Fyrsta minn tónlistar áhugi fyrsta skipti sem ég eignaði eitthvað annan eitthvað barnakjaftaði. Ég átti alltaf barnakjaftaðisplötur en það voru allt gett góða plötur eftir á hyggja. Þetta var Olga Guðrún, Eininga meninga, þú veist, Hrekkjusvínin og allt þetta dótari Liksom fullu ég, allt þetta En fyrsta plata sem ég kaupi mér, þá var ég bara 11 ára. Það er The Blueprint of Hip Hop með BDP. Og á þessum tíma þá byrjaði ég að rappa og rappaði á ensku, kunni ekkert í ensku. Og á sama tíma samdi ég ljóð mjög snemma, pabbi skáld og þá sló ég þessu bara saman í eitt. Þarna í 11-12 og ég byrjaði að taka upp mjög frumstætt bara með einhverjum kassettutækjum og einhverjum kjaftaði bara. Síðan maður að rappa alltaf, ég alltaf að rappa með César A. bróður minnum og þangað til að við byrjum að stofna crew þarna 97, 98. Crew eins og Psychopath, crew eins og Geðdeild 33C. Síðan stofnum við crew sem heitir Super Syndical og í því eru gæjar úr sem fóru Ómar sem fór sett í Kvarasi, Kalli og Maggi úr Subterranean og ég og César og fleiri. Síðan alltaf ég að rappa solo og fyrsta lagi sem ég spilaði í útvarpi heitir eins og Skeppan deyr. Þá byrjum við að taka hans eftir mig og þá var maður svona underground legend eitthvað, menn vissu alveg rappa rafmanni. Þeir eru ekki boðir! Þeir eru ekki boðir! Fengum þetta giggum, það sem gerist í rauninni að þegar ég að spila með César A. á giggi, ég var líka að spila með Rottweiler. Það eru gæjar þarna sem eru svona í kvikmyndabransanum sem eru taka eftir hvað ég sé sprækur þarna og það þrýst á mig í kjölfarið að gera sjónvarpsþátt sem heit Johnny Nas, eða heit Íslensk kjötsúpa, þar sem ég var í gerð með Johnny Nas og ég slæð ég fæ mainstream alveg frægt, bara instantly, eftir þriðja þátt af því þá var Skjár 1 rosalega, þá var það aðalstöðin hjá ungu fólki og aðalsjónvarpsstöðin og það breytti geðveikt miklu. Ég voru að byrja að spila út allt með Rottweiler en upp frá því var ég náttúrulega bara orðinn ógeðslega þekktur á Íslandi og sem hjálpar náttúrulega líka þú veist, öllum öðrum projektum sem ég er að vinna að þar á meðal náttúrulega Rottweiler. Stökkið var sjálfsögðu stórt að vinna músíktilraunir en ég upplifði stökkið alveg ekstra stórt þegar ég gerir Johnny og þá meina ég stökkið þannig að það hringt brjála mikið í mig til að gera eitthvað Johnny-dót og ég var ekkert að koma fram live og gera Johnny. Ég sagði bara nei, ég kem bara að rappa með Rottweiler. Síðan náttúrulega, þú veist, kemur platan út 2001, Rottweiler fyrsta, seinni platan kemur 2002, Þú skuldar platan og á sama tíma kemur út Rímur og Rapp sem ég gerði með Hilmar Örn, Stendur Andersson og fullt að liði upp í Eddu svona tilhörnarstarfsemi og mjög skemmtilegt Stendur Andersson var með rímur, gamla íslenska rímur og ég var með Rapp og Hilmar Örn svona alltaf bara algjört legend búinn að vinna Hilmar Örn allsherjar góðinn hann alltaf unnið með þú veist, ég veit ekki hverjum Þeysurunum og Björku hvað Það var mjög skemmtilegt að koma alls konar projekt út af þarna Ég og Rottweiler höfum unnið öll möguleg verðlaun sem hægt að vinna Íslensku tónlistarverðlaunin ég vann Edduna fyrir Johnny Nas ég vann tónlistarverðlaun Fólksins við unnum Rottweiler unnum öll FM-verðlaunin þannig að það fyrir alltaf fullt spann síðan það botninu og kanamella
sem eru einn af stærstu lögunum sem ég hef gert. Þau eru á plötu með hljómsveit sem hæsta hendin, sem gaf út þá plötu á 2005. Ég fer inn í pásu, svolítið eftir það, ég flytti út til Kína, ég er klára Markmennarskólann, ég kláraði að vera í skóla í Svíþjóð og var svona að ferðast sko, bjó í Kína í eitthvað ár. Svo kem ég bara heim sko og er þá búinn að leggja drauginn að Copacabana plötunni sko, og sem kemur út 2010 minnum mig. Þetta var bara stríð fyrst skilur. Það var bara stríð fyrst sko, milli Rottweiler og óslega mikið gæm á senunni. Þú veist, okkar fólk og móti liðið sem að fílaði ekki, þú veist, að vera upp á íslensku, að við værum svona grófir og eitthvað svona, þú veist, það var bara endalist væl og röfn sko, og þetta breytist mjög hratt sko. Með árunum fatta með bara hvað það snýrist og ég meina svo bara varð senan öll íslensk. Fyrsta platan á íslensku, rapplatan á íslensku, alfarið, Cesar A. Daginn eftir kemur Rottweiler. Árið eftir, það eru 22 titlar eða eitthvað kjaftaði og 18 af þeim eru á íslensku. Líka gæja sem voru bara í gulum fútbolgölum og voru fíluðu ekki Rottweiler þegar við vorum með rapp á íslensku. Basically fóru þeir allir líka rapp á íslensku. Mér finnst rosalega gaman að vinna með mismunandi liði. Raggi Bjarna, Ásgeir Trausti og Kiddi sem setur það sko pródúserar. Kiddi Hjálmur pródúserar það projekt á sama hátt og Hilmar Örn pródúserar projektið mitt með Steindór Andersen, kveðarmennafélaginu í Iðunn. Fyrstu Rottweiler-plötunni er Ómar Ragnarsson. Ungt lið skilur hefur eitthvað gott af því að ég drægi einhverja gamla larfa inn sem að mér finnst skemmtilegir og merkilegir tónlistarmenn og það sem, já, og nákvæmlega eins og ég hef gert líka með því að vinna með ungum, óþekktum tónlistarmönnum sko. Þú veist, sem í dag sko, menn kynnast þeim gegnum mig skilur og svo er þetta alltaf bara hendum á þeim framhaldið. Þú veist, að halda sér á floti sko, sem að þeim hefur nú flestum tekist sko. Það er ótrúlega mikið apparat komið í gang sem hjálpa tónlistarmönnum, sem var ekki þegar ég var. Ótrúlega mikið stuðningur, þú veist, þú heyrir alveg ennþá einhverja sjálfstæðisfagga sem að fatta ekki hvað þetta er mikið milljörnum sem að tónlist er að velta. Skilur, þú sem halda bara, þú veist, bara byggja kjarnorkuver í Helguvík sé bara málið sko, lausnin á öllu. Á meðan sko, fólk almennt er alveg átt að sá því að við erum að fá brjála góða athygli, góða auglýsingu út af tónlistarmönnum eins og Monsters of Men og Björk og þú veist Moon og þú veist, við getum haldið endalaust áfram í öllum geirum, skilur. Þannig að það er miklu stærra apparat í kringum það að hjálpa tónlistarmönnum á stað og styrkja þá áfram, sem er frábært. Ég held að það sé ekkert auðveldur að meika það heldur en áður, þannig séð, ég meina, en það er svona, það er kannski meiri stuðningur við að koma þér áfram, tala ekki að koma þér út, sko, koma þér út og ég hef ekki neinar ágjörð því að Monsters of Men, þú veist, ef þeir eru komið fram fyrir 20 árum síðan eða eitthvað, þá væri þeir að gera frábæran hluti bara í Miðgarði og Njálsbúð og eitthvað. Ég held í alvöruna að þeir væri ekki að núti, sko. Það sem hefur gerst á það með netvæðingunni er það að tónlistarmenn hafa verið að sko missa pening af tekjum sínum, missa tekjur út af niðurhali, ólögum niðurhali á tónlist. En á sama tíma þá hefur dreifingin aldrei verið effektífari á tónlist eðlilega. Interneti sé til þess að þú þarft ekki að fljúga til Íslands og fara einhverjar í kaupfélagið sko, og Hofsósa til að kaupa einhver disk sko. Þannig að þetta er alltaf og það er miklu stærri sigur. Gamli tónlistarmenn sem ekki að fatta þetta sko, þau fatta ekki hvað þessi sigur er stór. Þetta er meiri kostur heldur en ókostunum við það að plötubransinn sem slíkur sér deyja út. Ég er alls ekki fylgjandi að menn sé að hala niður ólöglega minni tónlist eða þú veist, það munar óslega mikið það skemmir óslega mikið fyrir möguleikum manns til að
vinna tónlist og gera tónlist eins vel og maður getur að missa alveg bara, þú veist, þetta er einhverja milljónir alveg sem maður hefur mist, sko, tíðina. En á sama tíma þá er þetta örugglega milljónir sem maður hefur grætt á bara dreifingu á tónlist því að í dag snýst þetta svo mikið bara tónleika. Þú veist, að því fleiri sem þekkja tónlistina en aðeins, til dæmis bara vegna þess að þú dreifist á netinu, því fleiri mæta tónleika, því fleiri fylgjast með þekkja lögin og vilja sjá þau live, sko. Það er alltaf ástæðan fyrir því að plötufyrirtæki eru að hrynja í heiminum, en tónleikafyrirtæki eru bara á leiðinni upp, sko. Netvæðingin er alveg bara besta sem gat komið fyrir, sko. Og já, þannig að því leyti náttúrulega er auðveldur að komast áfram með þetta og fyrir þetta náttúrulega allt apparati sem er komið með til staðar til að peppa íslenska tónlist, sko. Lokaorð, ég man aldrei eftir því að lokaorð sem er svona spontant lokaorð séu neitt merkileg, þau eru alltaf hræðileg. Emmi Gunn, hann bara hefur engin topp að bless verið hress þarna. Það er engin neitt að fokka í lokaorðum eftir það. Þannig að ég ætla ekki að gera það, ég ætla bara að helsa, sko. John Lennon